Eddie's car and she cruised through the hamburger stand now. Seems she forgot all about the library like she told her old man now. And with the radio blasting goes cruising just as fast as she can now. And she'll have fun, fun, fun till her daddy takes the T-bird away. Fun, fun, fun till her daddy takes the T-bird away. Well, the girls can't stand her 'cause she walks. Við erum komin á Borðeyri sem örugglega eitt minnsta þorp Íslands. Hér ég komin í grunnskólan á Borðeyri og hér eru 7 nemendur. Mér langar aðeins að heyra hvernig lífi gengur fyrir sig á Borðeyri. Kristín, sem ert búin að vera hérna í mörg ár. Þú ert ekki héðan? Nei, ég kom hingað 2001 þegar bæjarhreppingar, sveitafélag hét þá bæjarhreppur, bæjarhreppingar ákváðu að endurreisa skólann sinn sem hafði legið niður í sökum barnfæðar í 6 ár og ég sótti þá stöðu og fékk hana. Ég var reyndar einu umsækjandinn, þannig að það var kannski ekki svo flókið og var hér skólastjóri í 10 ár og kynntist hér alveg frábæru fólki, frábæru nemendum og það voru hér yfirleitt svona frá kannski, það var upp í 20, voru ekki upp í 20 nemendur þegar var flest hjá okkur, en það var oftast, það voru kannski svona milli 15-16. Þú varst bara hreinlega sótt til Hvammstanga? Já, hún sótti mig eftir að vera búin að reyna í 2 ár, var búin að starfa með mér á Laugarbakka og á Hvammstanga og eftir 2 ár þá lét ég undan og ég sé ekki eftir því. Hvað orðið mörg ár síðan? Síðan eru 10 ár. En börnin hér, þau búa fæst í þorpinu sjálfu, hvaðan koma þau? Þau búa, það er ekkert barn sem býr í þorpinu núna, en þau koma bara frá bæjanum hér í sveitinni. Þetta er svona, og þetta er svona 40 kilometrar fyrir þau sem búa lengst að koma í skóla hingað. Og börnin hér eru þau 7 talsins, frá 6 til 10 ára þá? Já. Hvernig leggur þau upp? Hvernig er kennslan? Hvernig er hægt að kenna þeim saman? Og hvað var yndislegur? Ætlar að gefa mér svona fallega lúpínu? Já. Og hvar fannst hann þessa? Þarna sem var fullt af lúpínu með þarna. Og er ennþá til lúpína núna? Já. Og hvað var yndislegur það? Ó, þetta var fallegt. Ertu út að leika núna? Já. Og í hvað leik þið? Sumir fótbolta og ég að týna blóm. Ætlarðu heim til mömmu með blóm? Já. Þú verður nú glöð með það. Já. Fallegur strákur ertu. Jepp. Skelltu þér út aftur og týndu meir blóm. Takk fyrir þetta. Já, talandi náttúruna, það er bara spontant og þetta hef ég aldrei fengið í neinu skóla. Nei, þetta er reglulegt hérna hjá okkur. Ég fæ alltaf blóm nærri daglega. Náttúran er svo nálæg ykkur. Segðu mér aðeins hvalina sem syndu hérna daginn. Já, það komur til dæmis 20 hvalir hér inn fjörðinn og með miklum bakslagangi og látum og við vorum í miðju málningaverkefni upp á gangi og við bara lögðum frá okkur penslana og stukkum niður í fjöru. Og það er náttúrulega bara líka, það eru hérna brekka með eins og sagði áðan og Katrín, það er lúpínan fyrst og sem þau hafa áhuga að kynna sér og halda þar til í 5 mínútum, svo færa þessu niður og svo á veturna þá voru það bara að renna sér á þotum hérna niður hallan og nýta alltaf náttúruna. Ég hefur reynslaði að kenna í mjög fjölmennum skóla í Reykjavík og svo aftur í þessum fámennu sveitaskólum. Þetta er 3. sveitaskólinn sem ég starfa við og þeir eiga raun og veru ekkert annað sameiginlegt en að heitið skóli. Það er svo ótrúlegu munur þó að hitt sé, ég er ekki að lasta stærðina en það er bara þessi nálægð og þessi umhyggja maður finnur það svo vel að börnin eru bara í fyrsta sæti hjá fólkinu, hjá íbúðunum í sveitunum. Foreldrarnir eru alltaf heima, þau taka mótum, þau koma heim og þau sinna þeim, svo taka þau þátt í lífinu á bænum og þau taka þátt í sauðburði og bara öðrum störfum. Hér er fullt af fólki og skemmtilegt líf og ýmislegt sem skemmtilegt er að skoða.
Hvað búa nákvæmlega margir akkurat á Borðeyri? Erum við ekki rétt 20, Já. held ég núna með lögheimili á borðinni. Gaman að heyra að þú segir að það sé fullt af fólki. Já. Flestum fættir, þetta er líka fátt. En það er fullt af fólki í sveitinni og þegar við komum saman þá erum við stór hópur. Og samheldin greinilega. Já, Hvað finnst þér vera skemmtilegast að gera í skólanum hér? Það er eiginlega þrætt. Hvað segirðu? Það er þrætt. Og það er smíði. Tölvur og stærðfræði. Er það uppáhald? Já. Ég er að mála. Ertu að blanda litina? Já. Hvernig viltu blanda brúnan? Ég ætla nú bara að blanda andlitslitan. Á þetta að vera andlitslitur. Og hvað setur þá í hann? Hvítan. Friðrik, þegar þú málar hausinn, þá skaltu nota andlitslitan. Eru þið góðir vinir í skólanum? Já. En ef maður kannski langar að fara í fílu, getur maður alveg að fara í fílu hérna? Úti. Já, fer maður í fílu úti. Og hvað gerir maður þá? Þá fer maður bara baka í hús og fer í fílu þar. Eða upp í móa.